Þetta er bara Tímavakt með Tóna og Tótó. Yes, Queen, velkomin. Vá, þetta var cool. Ég skjóði svona með þetta. Vá, það er svo að plana þetta fyrir svona viku og við búum að spenntir að segja þetta og klúra þessu. Viltu segja þetta aftur? Nei, velkomin. Nei, hvað er með þetta og segja þetta samfæringu? Yes, Queen, það kom svo bara upp á þurru, sko. En Yes, Queen, Já, ok. velkomin. Já, það var ekki mjög mikið innlifun í þessu. Nei, ég er svona cool Já, Queen, svona- já, cool Yes, Queen. Já, ok. Yes, Queen. Já, sko ég. Ég fíla það. Velkomin í þennan jólaþátt. Já, sleik, hún. Slay og allt það. Jóló, hashtag jóló. Jóló. Já, Velkomin í þennan jólaþátt af tímavarpi. Deep Dive, íslensk jól. Við erum byrjað þáttina að minna ykkur á live show ó já. 21. desember. Sunnudaginn, já. 21. desember. Ef þú ert ekki ennþá komin í jólaskap, Já, þá mun þetta sparka í jólarasinn á þér. heldur betur. Og, eða ef þú ert á móti jólunum og langar ekkert í jólaskap, þetta er ekki jólaþáttur. Nei, Á 21. desember þar að segja. nei. Þannig að það ert ekkert að ágjöra, ég nenni ekki eitthvað, svo erum við að dansa í tréð og eitthvað. Nei, þetta er ekkert þannig. Við erum bara að fara í gegnum árið 2025. Já. Live. Þannig að ef þú hatar jólinn, þá er þetta verið þig. Já. Ef þú komst í jólaskap, þá er þetta líka fyrir þig. Þetta er fyrir alla, Já. konur og kalla, konur með hár og kalla með skalla. Og líka ef konur eru með skalla, skalla og já. kalla með hár og Já, við söndum ekki textar. Nei, þetta er bara fyrir. Það er allir velkomin. Já. Everybody is welcome to the live show at Chernobyl. Við ætlum að gefa þetta lag út. Já. Flytja það á live. Flytja live á sjóinu. Það er komin jólandi í þig, býst ég við? Það hefur ekki gerst síðan 1996 held ég. Já, ok. Þú ert skröggur. Þú ert tótt á skröggur. Já, þú veist, ég bara finn enga ánægjur. Og hefur ekki gert sér að þú varst 13 ára. 13 ára, ekki? Já, svona 95 þá, svona 13 ára. Já, ok. Já. Þú veist, maður elskaði jólinn þegar maður var lítill og eitthvað. Já. Svo bara, svo ég ekki séð neitt tilgang í því síðan. En þetta er svona að koma aftur í að því ég á lítinn strák. Ég ætlaði með að spyrja út í það. Lítur að hafa komið með. Já, Kom hann með jólinn til þín? Hann kom með jólinn til mín. Já, þannig að þetta er að koma aftur. Já, það er gott að heyra. Já. Það er gott að heyra. Hvað nú er hann ekki að fara að hlusta. Þannig að þú getur spoila. Hvað er hann að fá í jólagjöf í ár? Herðu, það er verið að þegar við erum að taka þetta upp þá er ekki búið að festa kaup á gjöfinni. Ok, og ekki búið ákveða. Nei, við vorum búin að kaupa eitthvað, þú veist, það færi Eitthvað mix og match. Já, en það er eitthvað svona sem maður vill, þú veist, ég held að kaupa eitthvað búning, sko, við vorum búin að gefa hann Solon búning og mjög ánægð með það, Solon ból, fór ekki, mátt bara, var í honum í 3 daga. Hann er mikill Solon maður. Solon af stað. Já. Svo er hann líka Latabær, sko, og það er komin eitthvað búning, hann er ætla að gefa hann eitthvað búning líka. Ok. Og svo, þú veist, hvað er frá jólasinn, hvað er frá okkur, einmitt. Þannig, þú veist, og svo er einhver bílabraut, það er alls konar alls konar plön. Já, og með þessu, hvað er frá jólasinn, þá ertu að menna þið eftir að ringja í jólasinn og segja hann. Já, hann á eftir að láta okkur vita, þú veist, ég hef búin að redda þessu. Ég er að þessu, þið farið í hitt missjónið. Já, það er það er mikilvægt, það er partur að verða foreldri er að fá þú fær það bara, er það á fæðingadeildinni bara sem þið fá númerið hjá? Já, þá fær maður bara svona business card. Já, business. Og er það þá, hvaða jólasveitna, því nú eru 13 jólasinnar á Íslandi, hver er það sem að tekur við símtálinu? Er það bara, þú veist, hips og maps, er það bara hver sem pikkar upp síman? Þeir bara skiptast á og vaktinni, sko. Já.
Og hver er svona þinn uppáhalds að tala við? Hver er með besta viðmóndi? Stúfur? Stúfur? Já, Stúfur er bara fín gaur, sko. Já. Hann er náttúrulega með smá svona komplexa út af stærðinu svona, hann er að vinna með vera rosa jolly og þú veist, ég er alveg hress þótt í sér lítill. Já. Hann bætir upp og hann er ekki með svona Napoleon kompleksa sem hann bætir upp á slæmanhátt þar sem hann er, hann er alveg bara overnæs. Overnæs, já. Hann er svona Kevin Hart. Já. Ég var reyndar að horfa á nýja spesialin hjá Kevin Hart í gær. Er hann komið nýjan spesial? Já, Acting My Age. Ég var búin að heyra, já. Ég er ekki búin að segja, var það gott? Það var, þú veist, allt í lagi. Já. Ég, já, þú veist, ekkert svona gamli Kevin Hart, skiljur. Nei, það er alltaf, það bara er þannig með klínista og bara í raun og veru flesta listamenn að þú veist, þeir ná einhverjum hápunkti, skiljur. Já. Og svo bara svona... Já, ég held að nætti að taka bara smá pásu frá 5 ár, 6 ár. Já, aðeins. Og safni í bankan. Já, safni í bankan, anda inn áður en andar út. Hann er svolítið að relya á að hlæja rosa mikið að bröndan eða sögunni og þá fer þú svona, eins og þú veist, hann sé rosa mikið, þetta sé rosa mikið bara að poppa upp í hausinn á akkurat núna og mikið hlæja. En það var alveg 1-2 sögur sem voru hilarious, sko. Og ég hló upp á 2 þegar þú veist, ég hlæði ekki alltaf upp átt. Nei. Og sérstaklega eitthvað svona uppistand, þegar maður er í uppistandi sjálfur, þá er maður að horfa á þetta svona einhvern veginn, maður er að stúdera. Já. Og eitthvað, kemur eitthvað og maður eitthvað, já, þetta var fyndið. Já. Þetta var briljant. En ég hló ekki endilega upp átt, skilji. En þegar eitthvað gefur, og ég bara hlæði upp, þá var það náttúrulega geggjað, sko. Já, sérstaklega þegar maður er einn, sko. Já, þannig að það kom alveg tvis og þrís að þú veist, heyrðist í mér. Já. Ef ykkur hefur verið að njósna og já, þessi er að hlusta á. Þessi er að horfa á uppistand. Það kom hlæ. Ekki það, þú veist, alveg gott uppistand, þá þótt að ég sé að horfa á einn, þá hlæði, sko. En ef það þarf að vera rjómin á rjómunum, það ef ég er að horfa á Nate Bargatze eða John Mulaney eða eitthvað svona. Og ég farið 2 á live show með Kevin Hart. Ég vissi að farið, einu sinni hér og einu snútið það ekki? Já, einmitt. Og ég sem sagt var í Chicago, fór og sá hann þar og ég var einhvers staðar upp í það sem kallast nosebleed section. Já. Af því það var maður stöður upp í rjáfri, sko. Já. Og hann er nú ekki stór fyrir og vera svona langt í burtu. Þetta var eins og að sjá maur með uppistand. En var skjár? Eða? Það var eitthvað skjár, það var bara eins og lítill, sko, ég var það hátt uppi og langt í burtu. En það var flott sjó, svo komum til Íslands, hann var ekki að koma til Íslands. Nei, var það ekki loka sjó í túrnum? Jú, hún gæti ekki hafa verið meira saman, eitthvað sjó á Íslandi, skiljum. Var það Eldborg, var það háskóla? Það var Laugardalshöll. Já. Ég hef aldrei farið á ég held ég hef aldrei farið á uppistand í svona risa, þú veist, bara, Laugardalshöll. Ég held að stærsta að veri, Eldborg, held ég. Já. Fór ég á Russell Brand. Já, það eldist við. Það eldist við. En það sín nú hvað tímanir hafa breyst. Ég keypti miða á sama tíma. Ég fór sko mánu það, ég er ekki, þú veist, það er komið í ljós að hann er skjálfmanneskja og alltaf og hann er að gera vafasár hluti líka bara yfir höfuð og allt það. En ég er ekki að þykjast eitthvað bara þess að ég viss, alls ekki. En ég var aldrei, mér fannst að fyndin í Forgetting Sarah Marshall, ég var aldrei fan. Nei. En þáverandi kærastinn minn var fan og ég keypti miða handa okkur og keypti sama dag miða á Bill Burr þegar hann kom fyrst til Íslands. Og þá var Russell Brand í Eldborg og það var stappað og þú veist og það var bara, ég þurfti að kaupa með bara mjög hratt. Já. Bill Burr í Silfurbergi og þú veist, ég man ekki eins og hvort það verið uppselt, eða fattari. Og þetta var 2013, þetta var 2013 og tíman hafa nú heldur betur breyst. Heldur betur maður. Ég held að ef þeir tveir kemur til, þá væri Bill Burr í Eldborg og Russell Brand á Kvíabryggju. Nákvæmlega. Já. Ég held að það sé stærsta, ekki nema að telji, þú veist, eitthvað bara svona á útiháttíð, eitthvað hýtt upp krátið eitthvað, þú veist. Já.
En það er ekki það, ég hef ekki á móti, en bara, ég veit ekki, það var aldrei verið aðalandi fyrir mig. Þetta, sko, uppistanda á að vera bara í svona comedy club. Já, einmitt, eða einmitt mestafalli eitthvað svona leikhúsi, skilur þú veist. Jú, ég fór einhvern tímann í Elborg og Laugardags, Háskólabíó til dæmis. Já. Fíla alveg Háskólabíó. Já, ég sá Gaffigan og eitthvað svona, já, það er mjög gott venjum. Þannig að ekkert mikið stærri en það kannski. Einmitt, já, Háskólabíó, ég held að það sé svona einn fullkomni millivegu fyrir einmitt svona stórt nafn. Og já. En talandi þá var það nú í kringum jólin sem ég fór á Russell Brand og Bill Burr. Já. Og Bill Burr tók mjög gott svona 2 mínútur eitthvað það sem hann var að ape-sitta yfir, það var svona hóst á þegar hann var í Silverberg? Nei. Ok. Það var risa jólatrí, vildi ég að segja það, hann tekur bara eitthvað rapp, þú veist, og það er ógeðslega fyndið. Já. Nei, ég var bara með honum þegar þú veist, ég var bara með honum á sjói sjálfu, sko. Og þeir sem vilja heyra meira það, þá er það í árinu eitthvað. Já, ég man ekki. Ég man ekki hvernig að tölum það. Jú, býtu, hann alltaf kemur, þetta er líklega það bara, hann kom fyrir COVID eða ekki? Jú, 2018 eða 19. Já, þegar við tökum 19, vístu við. Ég held að. Þá tók hann einmitt rant á konu sem var í salnum og hún var bara í símanum. Já, ok, gott, já. Og svo var hún eitthvað, þú veist, hún var eitthvað svona sérstaklega verið í símanum að þetta var hann og eitthvað, henni fannst hann vera ekki merkilegur. Já, fannst hann vera weak sauce. Já, þú veist, og hún var rugglan við einhvern annan eða eitthvað, fannst hann eitthvað, þú veist, hann var eitthvað kvennhattari eða eitthvað. Já. Þú veist, ég held hann ekki almennilega hlusta á hvað hann að segja. En hann allan tók að randa á hana og fór svo að tala hvað hann hattaði konur? Nei, og tala símanóðkonu og eitthvað og enda maður sagði eitthvað, ég vona að fá thumb cancer það var mjög krabba mér í þumar það var mjög specific þegar ég var krakki, við erum að tala þegar ég er 9 ára eða eitthvað, þá er ég að horfa með pabba mínum á myndirna Boy in the Bubble. Já. Bíddu. Nei, ég sé bara Bubble Boy með Jake Gyllenhaal, ekki Boy in the Bubble með John Travolta. Ég sé bara, ég var að horfa á þess 9, þú veist, sem að þau var 9 útgáfan. Bubble Boy. Og þá segir einn karakter í síman, segir eitthvað svona, ég voru að fá krabbaminn í eistur og ég dó hlátur því ég hafði hugmyndu gæti fengið fóðu eitthvað af hverju þú var að leika krabbaminn í eistur og þú getur alveg fengið krabbaminn í eistur og ég what the fuck þá var þetta ekki svo fyndið lengur nei, þá var þetta bara sorglegt látið tjekka okkur strákar já, látið endilega það er Mottumars, það er ennþá 2-3 mánuðir í það og Movember var að líða þú þarft ekki endilega að gera bara það Nei, ég er að segja það, þetta er fullkomin tími til þess að minna við erum akkurat í miðjunni Akkurat, já, farið og látið tjekka á pungsa Ég er að tjekka bara á tóna hérna nú Já, við erum bara að tjekka út í fínu lagi Já, og þú líka Já, takk Herðu, það eru jólin Yes Þú ert búin að koma þig fram að þú sért skröggur Já, ætli það, svona smá Þannig hefur þú heyrt orðatiltæki og veistu hvað þýðir að róta jólin? Að róta jólin? Já Ég kannast við tvíhöfða ekki róta mjög jólin og það er eitthvað svoleiðis Já, fyrirgefða ég rótaði um jólin Já Nei, en ég ekki veist hvað átt að tala Það er orðatiltæki að róta jólin sem er þekkt að minnstakosti frá síðar hluti 19. aldar sem er þá 1800 og eftir 1850 það var haft hverskins veislu og hátíðarhöld á 13. sem er seinast þetta á jóla orðatiltæki vísar til þess að rækilegu botn er slegin í jólin þannig að taka alvöru 13. jam Já, 7. des 7. des, býtu, hvenar er Nei, 7. jan Já, ég meina Ég er svona, þú kannast það líka með en þú veist, þegar einhver hefur rangt fyrir sér en hefur það með, þú veist segir það mjög Já, svona sjálfsörugur að þá er ég on board Já, 7. des 7. jan Herðu, 7. jan 2026 er hvaða vikudagur? Það er fröllari það er þriðjudagur en það er, hvað, þriðjudagsjam mæta á lómuna taka Akkur fröllari?
Ég veit ekki af hverju þú sagði þrölla. Já, ég var eitthvað. Friday og föstudag, það var í fröll. Já, Ég veit ekki hvað. Föstari. Frittari. Frittari maður. Það er eitt gott frittara jam. En hefur heyrt brandajól? Þetta hef ég heyrt en ég hef ekki hugmynd hvað þýðir. Talað brandajól þegar jól falla þannig á vikudaga að margir helgi og frítar lenda í röð. Þannig býstu ef að aðfangudagur er aðfangudagur er á miðvikudegi, þá er aðfangudagur, jóladagur, annar jólum, laugardagur, sunnudagur. Það er glata. Nei, það er geggjað. Jólin þá? Það var ekki frí í vinnunni? Jú, aðfangudagur hittir á miðvikudegi, þá frí á miðvikudegi, frí á fimmdegi, frí á föstudegi, svo kemur laugardagur og sunnudagur. Þú varst að hugsa ef aðfangudagur er á laugardegi. Það er glata. Sérstaklega einmitt þegar maður var krakki og maður var búin að hlaka til jólafrýs eitthvað svo, þú veist, fekk maður bara einu sem það vísum bara því ég bjó í Danmörku, það er aðeins styttra frí þar yfir höfuð, en einu sem þá var loka skóladagurinn okkar fyrir jólafrí 23. desember, bara við vorum á Þorláksmessu, þú veist, en það var vísum, þú veist, það var litt í jóla eitthvað, en það var samt bara, oh my god, já, nákvæmlega, við sögðum bara Þetta er nú bara eitthvað brandarjól. Heldur betur. Aðrar heimildir eru til þar sem annar skilningur er lagður í brandajól og einnig breytist þetta eftir að laugadagur var gerður á almennum frídegi á 20. Pældi því einu sem var laugadagur ekki sem frídagur. Þó hljóta jólin í árið 2000. Þetta er gaman. Það tellist í brandajól og það sem 4 frídagar fannst í röð. Jóladag ber upp á mánudag og þetta ár er hlaupár. Jóladag, það er satt ég myndi segja að aðfangadag þurfa að lenda á mánudegi til þess að sé, þá er það Gucci brandajól, sko. Þá er það top notch brandajól. Það er einmitt laugadagur, sunnudagur, aðfangadagur, jóladagur og svo annar jóladag. 5 daga helgi og svo þá ertu komin bara á sko, þá er komin 50 dagur. Það er enginn að neinu. Nei, það er slagur dagur. Svo komir helgi, gamlás, nýjárs. Take me back to year 2000. Þetta var. Hvernig er þetta í ár núna? Við erum, er ekki, það er miðvikudagur eða 5 dagur. Er brandajól? Það er í ár, miðvikudagur, það eru brandajól. Það eru brandajól í ár. Já. Það er miðvikudagur, svo jóladagur fyrir, já. En, sko, þetta er samt ekki, þetta er drottningabrandajól, þetta er ekki konga. Konga er eða á mánudegi, af því þá færið hana 5, sem þetta er 2 og svo færið 4 áramótin, en núna þá er gamlás á miðvikudegi og nýjast þannig að sumir þurfa að mæta á föstudegi eitthvað svona, þetta er the next best thing, next best thing. En ertu laufabrauðakall? Bara svo 0. Ok. Ég var einu sinni dregin í eitthvað svona og bara aldrei leiðist ég mikið á ævi minni. Já, þú ert að hugsa sérstaklega bara laufabrauðsgerðina bara. Já. En ertu ekki aðdáandi af brauðinu sjálfu að borða? Bara, þú veist, gæti ekki skipt mig minna máli. Þetta brotna bara og þetta er bara leiðilegt að geta þetta. Já, sko. Og þetta er ekki eitthvað sérstætt bragð af þessu. Nei, nóga smjöri, sleppa laufabrauðinu og fá sér bara smjör. Já, eða þannig að það sem held ég mest næs er að nota til svona skúpa sósunni af því þegar maður búið með skjötið og meðlætið og eitthvað. Þetta er bara alveg sleppa þessu fyrir mitt leiti, sko. Það er hot take city í gangi í tímavarfi, það er bara niður með laufabrauð. Anti-laufabrauð. Já, sko, ég hef allavega einu sinni, ég hef kannski tvisar. Þú rosa laufabrauðskall, ég sé það bara á þig. Þú er svona, hvað er laufabrauðið? Nei, systir mín, hún bara leiðu að koma í búður, kaupir hún svo stauk og hún er með, þú veist, þetta er besta laufabrauð og þetta, ég finn enga mun á neinu. Fólk eitthvað, finnur ekki, þetta er heimagert eitthvað, ég finn engar, þetta er alltaf bara. Miklu betra með svona, svo minnstir framanna. Svona minnstir, þetta er alveg rosa.
Erst þú ekkert í laufabrauðsgerð? Nei, ég einmitt ævina fari kannski tvisar eitthvað, þú veist, og það samt ekki, það bara, það engin búið mér, það bara, þú veist. Já, þetta eiginni í tekur tíman. Já. Af því, þú veist, ykkur fyrirvændi kærasta, fjölskyldar hennar. Já. Þú veist, fjölskylda mín er ekkert svona, sko. Nei. Svo betur fyrir. Og ég veist ég er svo fegin við það svo margt sem að við erum ekki eitthvað svona hefðir og eitthvað og ég þól ekki neitt af þessu þetta svo, þú veist, páskana þú veist að fara að leita páskagjörnum akkur er að pína býtur nú, þér leita ekki einu sinni þegar þeir eru krakkar herðu, sko páskana voru mamma kom bara með páskaeggi til mín í bara, þú veist, upp í rúm bara, þú veist, með disk og hérna og bara gjör svo vel og ég bara thank you very much Þú var svo mikill prins Já Fengu eldri bræðin líka svona þjónustu eða þurfti þeir að leita? Ég veit það ekki, þeir eru bara gamli kallar sko Þeir fættust ekki gamli kallar Jú, en það var ekkit svona eitthvað fél að páska ekki, ég hef ekki nefnt að standa í maður Sko ég er órsef við þá, mér fannst það mjög gaman sem krakki Ég er bara brjál, hvað er? Helviti ekki Mér er stótrúlega þegar Getur verið að ég hef haldið móðum minn í gíslingu bara Hún hefur bara ekki þórað að fela En já, mér er stótrúlega þegar við byggum saman að það hef aldrei verið falið ekki eitt Þú er ekki sagt okkur frá og ekki verið til þess að En nei, ég er eins og ég held samt þetta sé pínu svona hérna hænan og ekki dæmi hænan og páska ekki að hérna þú veist, þú fílar ekki þess að hefðir af því að þú ólst ekki ég átti þetta samtalinu við stelpu, leikonu við vorum að tala hérna útilegur og hún þoldi heldur ekki útilegur en kærasti hennar var svona útilegu gaur sko. Og við vorum, þú veist, og ég er heldur ekki það var margir mjög brálar út í því núna fyrir að segja útilega ég tók sérstaklega frá útilega þú sagði það í síðasta og varst búin að segja tvær útilega já en sko það er þú skrifar á útilega það er búin að cancela þér það tekið bara við þú þarf að fara að búa í tjaldi ég þóri þegar aðeins útilegu maður já, nema hvað að við erum bara, sem sagt ég er heldur ekki útilegu manneskja, en það er bara ég ólst aldrei upp við, þú veist, mammin þoldi ekki útilegur og það var aldrei farið í einhverjar sko, þetta er ég er vissulega sammálaðar, en ég fór stundum í útilegu með mömmu við fórum ofta á Þingvelli og ég átti meira svona leini hell í það og hérna sem að, þú veist, ég skoða eitthvað til mörgum ára setna, þetta er bara eitthvað rífa og ég er bara svona, hvernig komst ég að það inn og þú veist, ég hefði getið bara þú veist, verið fastur að það eilíf en ég bara sem krakki þá bara átti ég eitthvað leini helli, komst inn og geggja sko, ég man mjög eftir þessu þannig að við fórum oft í útilegu svo gerði ég það svona ungur og kannski þú veist, þjóðatíð eða eitthvað svona, en þú veist, ég er búin að fá nóg fyrir lífstíð ég ætla aldrei í fokkin tjald aftur á ævi minni bara ekki séns nú er ég bara orðin hótelkall sko já, ok já, bara, eða þú sumabúst ég það bara rúm nei, þú veist, ég hef líka, þú veist, upplifað það að vakna í polli á þjóðatíð, skilur það bara kom pollur inn og öll fötin blöyt og þú veist, ég er búin að þú veist, það er kveikt í tjaldinu mínu og ég var með fekk lánaðan hérna svefnpoka frá mömmu sem var eitthvað rándýr svefnpoki, kostaði 15 skall þá einmitt eða kostaði það var 30 skall 15 skall eitthvað þetta er okkur kringum 2000 sko bara förum við, þið getur hlusta á þáttinn til að vita hvað verðlagsvík við viljum sagja en þannig ég er búin að fá nóg af því fyrir lífstíð og það bara margt breytist með aldrei í rússipanna aftur til dæmis af hverju það? það bara, ég geta ekki nei, ég er þar með ég elskaði það þegar ég var yngri þetta var bara mest að torture heimi ég elskaði það sem krakki ég get ekki farið rólu í það ég get bara líka með bara fyrir eitthvað taugaáfall ég var dregin fyrir eitthvað árið eða 2 árum eða eitthvað í rússipanna í London í desember og það var sko snjór
Það var það mikið snjór og það voru alla lestar hættar að ferðast og eitthvað svona. Samt var þessi rússíban opin eitthvað. Ég hugsaði bara, þetta það síðast sem ég mun gera. Ég mun deyja. Að það mun bara vagnin, þú veist, það mun koma eitthvað svona snjór og það mun renna til og það mun bara kjótast af. Svo maður líka traumatist eftir það sem gerist fyrir Fabio. Já, það fá fuglin í andliti. Var ekki fugl? Máfur. Já, en það ekki, það nokkuð mörg ár síðan, en það var, ég fór í eitthvað svona rússíbana, held ég að vera í Six Flags eða eitthvað. Já. Og ég bara fór einu sinni svona niður og ég bara, þetta mín síðast, þú veist, ég fann það bara, þú veist, bara ógeðis tilfinninguna, þetta mín síðasta rússíbanaferð. Og fólk getur hlustað núna og verið eitthvað voða dramatískir. Ég skal segja það að daginn eftir þessa rússíbanaferð, þá kom í fréttir og það var TikTok eitthvað svona vídeo, að í þessum garði hafði tæki bila, svona eitthvað svona risa róla eitthvað svona, og það var svona slitnað og það var bara, fólk var fast í hálftíma uppi og eitthvað. Ég hugsaði, þetta hefði getað verið. Þetta hefði getað verið. Já. En þú veist, þetta er bara tilfinning bara, svona, ég veit ekki, þetta er kannski eitthvað bara með innra eira eitthvað, maður verið eldri ég held að þetta sé eitthvað líkamlegt sem hefur áhrif á andan, eða þú veist, andlegt af því það meikar, af því ég var mamma djóka alltaf með að ég væri hérna eins og Mr. Bean þegar fyrir hann að Hermin og allir öskandi og hann svo að ég var ságaur, skilur en síðan bara gerist eitthvað og ég bara get ekki, ég bara rosa, en svo náttúrulega á ég 30 og hálfs árs gamla strák og ég var ekkert að tala um þetta við Anna Kristínu og hún var eitthvað ég er aldrei að fara í rússíbana aftur og hún eitthvað, þú ert að fara Er hún ekki rússíbana gæla? Hún lét mér vita það var ég sem var að fara með honum í einhvern rússíbana og einhvern svona rennibraut þú veist út á tenni eða eitthvað svona vass, sem ég bara en allir verði ekki að láta mig hafa allt fyrir sonin allt fyrir ég bara kvíði núna sko þetta er viðbjóðslega tilfinning sko ég trúir þetta er og ef þið eru eitthvað ósáma og finnst þetta skrítið þá eru þið ennþá ung já en það er samtal nú það verður bara verra með aldrei vinkona okkar sem dróði mitt í þennan rússíbana hana í London hún elskar allt svona og hún er jafn gömul mér hvað langt sem þú heyrti í henni með þetta? Hún fór rússíbana bara á þessu ári minnum við. Já, gömul þú? Já. Ok, tölum við henni eftir 10 ára. Eftir 10 ára. Þetta segja ég sem líka það sem 10 ára of gaman. Það er ég að segja. Það er ég að svara þessu. Fætti skeggjaður. Þú er gamall maður alla í henni æfi. Þetta meikar alls saman sens. Já. Þetta er eitthvað einmitt, þetta er eitthvað svona líkamlegt. Já. En jólaseinarnir, við töluðum um það áðan. Já. Getur þú nefnt það alla? Heldur betur. Sko, ef þú veist, hvað það meina? Alla 100? Nei, alla 13. Alla þessa frægustu? Alla þessa frægustu, hérna, úr sem Jóhannes og Köllum tók til. Já. Viltu að ég reyndu? Ég meina, þú veist, ég er ekki að segja réttur röð. Nei. Ég man ekkert í hvað röðið koma. Nei. Stúfur. Heldur betur. Kétkrókur. Heldur betur. Já, stekkjastaur. Rétt. Kertasníkir. Já. Skýrgámur. Skýrgámur. Glámur og skýrgámur. Einnig kallað skýrjarmur. Skýrjarmur hvað er ég að gleyma? Hvað er ég með 5? Þú er komið 5, þið vantar 8. Það hann rýma Gluggagægir eitt sem rýma við stekkjastaur kemur strax á eftir Giljagaur heldur betur hann er stundum með Giljagaur og hérna Gáttaþefur Hurðaskellir heldur betur hvað er ég komið við? Þú er komið með 9, þið vantar bara 4 Jólasveinar 1 og 8 þeir er bara 9 því hinn 3 eru svo ómerkilegir ef þú hugsar eldhúsið Pottaskifill og svo til þess að hræri pottinum já
Það bara 2 eftir. Það bara, nei, 3 eftir. 3 eftir? Nei, ég man ekki. Það veitingastaðar á Suðurlandsbraut. Askasleikir. Og svo er ekki pilsu, það er stór pilsa. Ég búið að segja kjökk. Nei, hinn kjöttur. Bjúknakrækir. Já. Og svo er stattingin svo... Stattingin svo staur. Þetta er rosalegt út af þessum. Ég veit það. Ég bara einn eftir það ekki. Jú, stattingin svo þvara. Já, Örusleikir. Þetta eru þeir 13 ár. Varst þú, hér er kontroversial. Ég skal segja að ég var nokkuð við sem að ég myndi ekki ná þessu. Nei, það fyrst ekki að træða langt í land, sko. Það var bara ég fekk smá ástöð. Já, en það aðalega bara upp á tímanu til þess að halda áröndum, að láta það ekki pása. Já, það allir farnir bara í bað. Varst þú, hvenær kom þegar þú varst barn og jólasveinandi 13 mætti, hvenær mætti síðasti jólasveinin? Sko, það er reyndar að svolítið fyndin saga með þetta þegar ég, spoiler alert, ef ykkur er að hlusta, ykkur er mjög ungur, þá bara, foreldrar slá eitthvað á. Haldið fyrir eyrun? Þetta er náttúrulega bara mín trú núna. Já. Ég veit ekkert sannleikann, sko. En ykkur stað frétti ég það að jólasveinin er ekki til. Já. Og þegar ég komst að því, sem krakki, sumir segja að ég hafi verið dramatísku krakki. Já. En sem sagt, ég komst að því að jólasveinin væri ekki til og ég fór til mömmu og ég var með tárin í augunum og ég spurði mömmu mína hvort hún hafi verið að ljúga mér alla minna ævi. Já. Mamma er ennþá með samskupið daginn í dag að því ég var svo ég var ekki við mín yfir að jólasveinin var ekki til að móðir mín eigin móðir hafi blekkt mig svikið mig logið að mér að jólasveinin, mamma varst þú að ljúga mér og svona 1 ár Veitu, hvað var þessi gamall cirka? Það var ég 18 ára Nei, ég er eitthvað, þú veist bara á sem aldrei sem að þú kemst að sannleikanum og ég let mömmu fá svona svakalett hún bara þú veist, var þetta ekki rétt að gera þetta en þú veist að engin krakki tekur þessu svona svona persónlega þetta var svo persónlega bara móðin mín höfði logið að mér svikin og ég bara, þetta breytti þú veist heimsmynd minni og hvernig ég bara, þú veist, maður getur semst ekki treyst neinum í þessu lífi. Sko þetta er... Ekki eins og mín ein móður. Hún lígur opið geða á mér. Það var gerð rannsókn, og það verður verið að gera fleiri, en það var ein sérstök mjög nýla sem að ég las þar sem var... Ég er ekki búin að fyrirgeða það, Nei. Ég veit hún að hlusta. Lígari. Þú veist alveg allir fóreldrar að gera þetta en þetta er samt sérstaklega anstíkilegt að gera. Ég held bara að móð mín myndi ekki taka þátt í þessari vilsu. En það var rannsókngerð sem að ég las sem sagt börn sem að trú á jólasveinin eða þú veist að það þeim er sagt að jólasveinin til og eitthvað að þau enda sem skeptískir fullorðnir og sko ástæðan fyrir því að krakkar samkvæmt þessar rannsóknir trú á jólasveinin er ekki vegna þess að þau eru svo auðtrú að þú getur sagt hvað sem heldur af því að það er akkurat öfugt, þau eru skeptísk en allt í heiminum þú veist, þau testa þessa, þú veist, kenningu en hvert sem þau fara þá lenda þau á vegg því það segir þeim allt að jólasveinin sé til þú veist, það hafa enga aðrar sannanir, alla sannanir sína það að jólasveinanir séu til og þess vegna er þá þeir sem voru krakkar og trúða jólasveinin yfirleitt enda sem skeptískari fullanir en þeir sem að gera það ekki, þeir sem bara fóreldrar voru bara, er ekki jólasveinn og ég geði eitthvað að þeir voru meira svona fyrir að þetta falla fyrir alls konar. Ég hef bara ekki treyst konum síðan. Já.
Þetta ástæðan fyrir að engin sambönd hinga til að gengi upp og ég held sér svona jafna með á þessu núna. Er konaðinn sem að segja að jólasveinir mæti... Það ykkur jólasveinir alltaf heimsækjana. Hvað skór eru þetta? Jólasveinir! Hann sortu glugga. Við ekki skilja eftir skó? Nei, þeir skilja eftir skó. Hún águr að 13 vini sem að koma reglulega í heimsókn. Ég heyrði í einum að um dag. Ég fekk það í skóin. Ég fekk í skóin í gerð. Uppálega þá alltaf voru í íslenski jólasveinir svona jólavættir og tröllakyni sem uppálega voru að hafa til þess að hræða börnin. Já, þetta voru bara glæpamenn og brjálæðingar. Og voru til þess að, þú veist, að haga vel í kringum jólin. En í dag þá búið að Ameríkuvæða þetta. Þeir eru silly billies núna. Silly billies. En aftur að spurningur, hvenær kom síðasti jólasveinin? Já, bara 6 ára eða eitthvað. Nei, já, þú, ok. Ég ætti að orða þessa spurningu öðru sig. Á hvaða dag, kom síðast jólasveinin nóttina fyrir aðfangadag eða nóttina fyrir jóladag? Síðan að maður opnaði síðustu gjöfuna aðfangadag. Já. Þannig óls ég líka upp við það. En það er víst. En í úglöndum. Já, en bara samkvæmt upphaflega ljóðinu og þannig var það víst áður að þá kom síðast á aðfangadegi, þess að hann kom fyrir jóladag. En er það kannski þannig, ég bara manað þannig að það var aðfangadagur. Já, það var sama hjá mér, sko, ég manna síðan var... En það lítur að vera alltaf sama og þeir eru alltaf sama að tala, skilur við. Já, en það byrjaði setna. Það byrjaði, sem sagt, að fyrsti kom aðfarnótt 13. en ekki aðfarnótt 12. Tíman hefur breyst maður. Því var... Jólaböll, varstu jólaballakrakki? Þú veist, maður bara fór á jólaböll í skólanum. Já, en varstu, þú veist, slakkaði þig til, fannst þig gaman eða varstu svo, oh my god, ég nefndi þess ekki. Ég nefndi þess ekki. Dansa í kringu eitthvað jólatrí. Það sem við erum að læra er að þú varst mjög skemmtilegu krakki. Þú veist, allt svona bara eitthvað, ég veit ekki, bara mjög ógísla neikvæður og leiðilegur. Það er bara eitthvað svona gleði. Já, það er eitthvað svona samfélagi að koma saman. Já, ég veit ekki, allir þetta var ekki bara ómikið fyrir lítinn félagsfælinn kvíðasúkling. Það getur verið. Manstu hvað lög var við að taka þegar það var að dansa í kringum jólatrið? Já, dansum við í kringum. Og jólasveina gangu golf. Já. Með gildan eða gildan. Sko, stafi í hendi. Maður söng alltaf, þú veist, gildan upp á stól stóð stendur mín kanna. Já, stendur mín amma. En svo seinna var það náttúrulega með gildan staf í heldi. Já. Stóran, hann er gildur. Já, þykkur. Tjekki. Æðaber. Og upp á hól stend ég og kanna. Já, sko, það eru 3 útgáfur af þessu lagi. Ein þeirra er með gildan, öðru er gildan. Ein þeirra er móðið þeirra sópargólf, hinn er móðið þeirra hrín við hátt. Ok, aldrei heyrt það. Ekki heldur. Og frengið það með vendi og hýðið það með vendi. Upp á stól stendur mín kanna og svo upp á stól stend ég og kanna. Ég söng alltaf stendur mín kanna. Já, sko, það var alltaf sungið þannig þegar maður var krakki. Já, en það er vist. En það meikar meira. Og maður bara söng með, svo allt í þegar maður eldri okkar pæl, þessi texti meikar ekki sens. Upp á stól stendur mín kanna. Hvað? En það, sérstaklega þegar maður er krakki, það er maður eitthvað, þú veist, Íslands samfélag var svo skrítið í gamla daga. Þannig af hverju ekki var eitthvað kanna upp á stól? Af hverju kannan ekki upp á stól? Hver stól kannun á stólnum? Það er engin jólakanna sé á stólnum. Það var bara eitthvað af hverju ekki. Það er allt hvort þið er skrítið. Já, ég menn eins og þú sagði, jólasveinar 1 og 8, þú veist, sem maður eitthvað svona... Það er rugglinu. Já.
Já, ég man ekki, mér fannst þau fín í jólabölin held ég, en ég hætti að mæta, ég mætti ekki nein úlinga jólaböl sko held ég, það var reynd þannig, ég bara mætti því að ég var skildaði til, en þegar leiðu var valfrjálst, þá mætti ég ekki neitt. En þú veist alltaf jólalanda og svona? Nei, ég byrjaði ekki að drekka fyrir ég var bara orðin fullari maður sko. 11 ára sem Nei, ég held ég að vera fyrst fullur 18 eða eitthvað, þannig að ég var ekki í því sko. Ég veit það En talandi lög, þá náttúrulega ein íslensk hefð sem að samt ekkert það gömul, en samt eins og bara rótgróin í íslensk samfélag, það að syngja ítölsk lög með íslenskum jólateksta. Já. Manstu eftir nokkrum? Þau eru meiri hlutin ítölsku, það alveg nokkur líka sem að, það náttúrulega, ég hlakka svo til, hérna. Það er franska meira. Dopo le tempesta. Þetta náttúrulega bara kemur frá því að Björgvin Halldórsson fannst gaman að fara í frí til Ítalíu. Einmitt. Lá á ströndinu og heyrði ítölsk poplög og hann bara þetta verður geggja jóladag. Örugglega verið með eitthvað svona dellan að búin að lofa upp í ermina eitthvað svona jólaplötu og hann eitthvað, ég get ekki sami neitt í fyrir og svo heyrar hann þetta, hann eitthvað, herði þú komst með jólinn til mér. En það geggja samt hvað, þú veist, að heyra þetta og þú veist að þú veist hvað þetta passa vel saman, ítölsk poplög eru bara fullkomin jólalög. Já, en þá hugsa maður, þú veist, það svona pínu hænun ekki dæmi, finnst okkur það bara af því við ólust upp með það? Já, og þú veist það er náttúrulega spurning, sko. Ef þú myndir hvort þú getur gert allt í jólalög bara að þú bætir bjöllum við, skilur við? Já, líka það, sko. Bara, já. Það er eitthvað, mér er bara snilt að þetta svona að hann var bara eitthvað, hei, já. Já, þetta er rosalegt move sko, og líka þetta er bara move sem að breytti íslensku samfélagi algjörlega, að því síðan hélt, þú veist, það er ennþá í dag verið að þýða einhver ítölsk lög yfir á íslensk, mér streyndar sko, þú veist, það þarf þá að vera einmitt eitthvað svona ítölsk sem að þú ert aldrei að fara að heyra venjunútgáfuna. Nei. Ég reyndar, ég sendi þér held ég Snapchat eða eitthvað þegar var einu sinni var ég á ítölsku veitingastað hérna, og það var, þú veist, sumarið og það var bara komdu jólin þú veist, bara, minnur að vera ykkur 3 jólalög, kvót jólalög sem var að spila í 40. hitta eða eitthvað en mér steindi að það hérna það er eitt lag sem það er eitt lag sem er hérna Cat Stevens lag. Já. Og mér veist það ekki, það er lag sem er bara svona pínu frækt og ég hlusta, þú veist, svo kemur það á okkur, þú veist, maður að spila eitthvað svona kósi lög sumarið og svo kemur þetta maður eitthvað svona, þetta er eitthvað rámt, þetta er eitthvað jólalag, hann er ekki nógu gott. En svona alltaf bakalúti búin að gera Já, það er meira svona í joki og það var það ekki þeir sem að gerðu Jolene sem Jolene? Jú, þeir voru taka. Það var ekkert ítölsku endalega. Nei, það var bara svona alls konar 80s og Já. Og hvernig svona förum að wrap it up like Christmas gifts eins og að segja Hvernig er jólahefðinar þínar? Hvernig var það þegar þú skrakki? Hvernig er það í dag á þínu heimili? Er einhver jólahefð sem að konan kom með sem núna er bara svona partur af fyrir utan að fá 13 menn í Já, þú veist, það var alltaf bara hérna, því að krakki, þú veist, það var alltaf bara við fórum aldrei í kirkju en svo leiðis, þannig að það var bara á slæginu 6 var borðað Já. Á aðfangadag og við vorum alltaf búin kortir yfir 6 Já. Við vorum alltaf að reyna að vera alltaf lengur og lengur við bara, átum bara svo bara búið ok, klukkan er bara 6:30 við erum búin að borða og að reyna svona svo, það var alls búið bara 8:30 eða eitthvað
þegar þú varst krakki, var þá reglan að það var ekki opna gjafi fyrir að búa að vaska upp og alls svolítið, þurftu að bíða ganga frá, já. Við vorum líka að reyna bara að teina þetta Einmitt, en sko mjög lengi var þetta líka bara, þú veist, það var bara elsti bróðum minn og mamma, sko já í mörg ár, þannig að við vorum allt bara, en það var alltaf, þú veist, mátti ekki byrja fyrir þú veist, klukkunar þú veist, klukkan 6 og þá, þú veist, ok og svo borða og sem var hvað var hver svona jólamaturinn á þínu heimili eða allavega hjá mömmu hamborgar, rýpur sama aldrei, ég held ég að smakka rjúpu eins og eitthvað viðbjóður já, ég hef ekki smakkað en ég hef komið inn á heimilinu minn þar sem var verið að elda rjúpur og ég var viðbjóðslikt engin vannvirðing við þá sem við rjúpum fólki að núti það er auðvitað líka bara að elstu upp við þá var það bara shit, skil svo kannski eina hefðin sem var alltaf því ég var yngstur þannig að ég las upp pakkana það er en þetta var orðið weird ég var 25 skilur þá er þetta að lesa til mömmu hún er eitthvað næstu því að stendur Þórhallur en svo svo bara sem betur fyrir komið ykkur krakkar eftir mig og ef ykkur annar var yngri á svæðinu þá en þá mjög lengi og þrítur bara en þá að lesa eitthvað en núna náttúrulega er ég komin í samband og barn og þá fæ ég ekkert að hitta mína fjölskyldu lengur og þannig að nú förum við til tengdafóreldrana og það er bara yndislegt einu sem er öðruvísið þar fyrir mig er að þau lesa svona einhvern sálm og allt eitthvað sem lesa eitthvað og varst þú ég ætla ekki að segja orð það er bara mjög skemmtilegt og fallegt ég ætla ég þegi bara þegar þú varst í fyrsta skipti varstu þá bara þetta er upp á sálmunum minn það var bara vilt þú lesa Þórhallur? Nei lest þú bara ég þarf ekki að lesa, ég lesa það hverju degi og þau sko, við veitum þetta alveg mig en þeim er bara alveg skýt sama ég skil þig það er bara, þetta er bara mitt vandamál sko en mér hlakka til samt í jóla núna því núna held ég að sonur minn muni almennilega vita hvað er í gangi nákvæmlega, þá verður svo gaman þegar og hann fara að hjálpa til að fara með bakkana og eitthvað svona hann er kannski ekki að fara að lesa nei, en þú veist, það er svona þóst það er eitthvað svona það stendur til með mig þetta verður gaman að fara á jólaball þú veist, með honum og hann bara verður að dansa og gaman það er allt annað að upplifa jólin í gegnum börnin mikið rétt þá kannski aðeins að minnka hjá mér skrútsinn skröggurinn og eru þau líka hamborgarhryggur já þannig að þú þurftir ekki að venjast eitthvað nýju að koma en það er ekkit endilega eitthvað akkurat klukkan 6 þau eru alltaf að syngja ég skil þig þau eru að syngja í kirkju og eitthvað og svona pínu öðru seldur en það syngja vanur en það er ekkit mál skilur það er bara flott en hvernig hjá þér? Sko þegar ég ólst upp, það var alltaf á pappír að þá var matur klukkan 6 og slæri 6. Það var alltaf aðeins og seint, það var alltaf mamma sem er frábær kokkur, alltaf dýrinsmatur, það var alltaf eitthvað tefja senda það, brúka eitthvað svona á þannig að það var aðeins að setja, það er bara gaman. Og svo, það einmitt, síðan, þú veist, þegar maður krakki og maður alltaf hlakkaði svo til gjafana, sko, þá var mjög erfitt að sitja á meðan það var verið að vaska upp og eitthvað. En við, nú veit ég ekki, hjá mér þá var það þannig að við opnum ein manneski einu, þú veist. Já, það var líka þannig algjörlega, það bara, þú veist, ég náði í baka og las og þá bara, manneskjan tók og þá var aðteklinn bara, ok, hvað fékkst þú? Og les upp kortið, þú veist, þetta frá hérna. Einmitt, já. Ég heyrði það, eitthvað svona fjölskyldu það sem bara allir taka sína gjafir og ég bara svona, er engin ást í þessari fjölskyldu? En svo reyndar eitt fyndið, sko, að því náttúrulega þegar maður var krakki, þá
fekk maður flesta gjafinnar, allir að gefa þú veist krakka og svo var maður eldri og þá voru komin fleiri afkomendur þú veist frá mömmu, það er mamma og þú veist mamma fór 1-2 gjafir og svo maður fekk 30 gjafir, svo voru minka gjafinni hjá manni og mamma fór að fá fleiri svo var þetta þú veist kannski bara ég, mamma og bróður minn og við fengum sikkur gjöfina og mamma var með svona 65 gjafir og ég þurfti að lesa alltaf til kannski mömmu og brjálaður á tíða þetta einmitt sem að og mamma bara þú veist þetta var bara til 11 og mamma opnaði að gjafi sem ekki verið hana skilur en maður stundum stólið þegar þau gjöfum frá henni hún tók ekki ég rosa flotta hálsmenn heima og kápu og svona handklæði með skammstöðunni hennar amma ég var handklæði besta amma en og svo bara einmitt, opnaði gjafir og svo ís og svona það var líka herðu, ein hefð sem við höfðum alla mína æsku og mamma hefur ennþá í dag við spilum alltaf jóladiskinn frá Michaela Jackson undir Michael Jackson nefnilega hver er það ekki? Michaela Jackson, hvað sagður? Hver er það? ekki að fyrir þetta nú ert ekki viss, þetta var bara Michael Jackson allan tíma hún heitir bara, Michael Jackson hann söng mjög hátt uppi sko. Það var ekki kona, þetta var bara Michael Jackson kemur ekki upp já, þetta er Michael Jackson Mahalia, það var ekkert K ég veit ekki af hverju ég var svo mikið að passa með að segja ekki Michael Jackson Mahalia Jackson hver er það? Hún sörkona Systir hans eða? Nei, hálfsystir? Nei, hún bara ég skal sýna þér hérna þetta er hún og þetta er cover af plötunni Þetta er bara ammans Þetta er Is Mahalia Jackson related to og það er ekki skrifa mér, það kemur það finnst það kemur No, Mahalia Jackson and Michael Jackson are not related Herðu, hún var þekkt sem the Queen of Gospel nice, það er að tjekka henni Já en ég var að muna eftir ein sem að er öðru sér núna líka það sem að fjölskyldan Kristínar möndlugjöf við vorum aldrei því Nei, ég skil, sama hér eins og sé, við vorum aldrei eitthvað að leita páska aldrei eitthvað að kjaftaði og möndlugjöf svo, þú veist Nei, við reyndar, þú veist, það voru kannski 2 skiptið sem var eitthvað svona en þetta er líka alltaf rigged Já alltaf rigged alltaf yngsti krakki alltaf vill svo til og vill svo til að möndlugjöfin er akkur það sem honum langaði í eða eitthvað svona rigged ég held reyndar í þessi 2-3 skiptið eitthvað sem var möndlugjöf hjá okkur þá var gjöfin alltaf eitthvað svona sem að saman hver vann þá gáttu allir þú veist, það var eitthvað spil eða eitt árið hefur verið 2001 vegna það var Lord of the Rings á DFD og síðan horfðu var en já, þannig að þið eru með möndlugjöf eru þið með graut, eru þið með risalamang ég hef hvort það hafi verið bæði því ég heyrði þetta fyrst ég veist eitthvað, rísandi mandla rísandi mandla það er eitthvað svona stjörnum er það rísandi mandla já, svo erum við með rísandi mandlu rísandi hvað en það er þau eru með það já, ok Rísalamann og þú hefur aldrei unnir það er alltaf bara rigged þú þarft einhvern tímann að mæta með þína eigin möndlu og sitja og starta að drafa og vera ekkert að back down, vera bara ekki nei, ég vil gjöfin en þú myndir mér líka á eina jólahefð sem var í 3 ár það var bara best time of my life ég og bróður minn Lord of the Rings já í 3 ár einmitt þetta beið allt árið
eftir að myndin kom út og það var alltaf kæð, aldrei fyrir vonbrigðum. Nei. Þetta voru 3 bestu jól bara ever. Þetta var rosa. Ekkert jólamyndir, ef maður hugsa tilbaka. Nei, en það svona, að því maður tengir þetta við jólun, þannig að ennþá fólk í dag, þú veist, ég veit svo marga sem taka marathonu yfir jólin, þú veist, taka 3 ára. Ég hef ekki hort á þessa myndir svo lengi, ég þarf að fara að gera að því, og ég vildi líka ekki hafa, ég er búin að vísa undir því bíða með það. Það er nefnilega máli, Ég vildi, þú veist, næstu búin að gleyma ykkur, ég skilur. Já. Þannig að ég held að segja, það fer að koma tími að ég taki marathon. Já, það maður þarf að gera það. Hvenær kom síðasta mynd út? 2003. Já, það er, Þetta var 2001, já, ég sagði, þessi myndleikju hefur verið 2002 því þetta var á DFD, þannig að þetta árið setna, Ég hefði átt að taka 23, 20 ára. Já. Nú tekuru, herðu, 6, 7 og 8, það er 15 ára afmæli hvers, þannig að bara á næstu jól byrjar að horfa. En svo kannski líka vil ég býða eftir að sonur minn getur hort á og skilja hvað er í gangi. Já, ég var einmitt að lesa svona pínu Það er svo sonur minn sem mjög skil ekki neitt. Já. Nei, hann er 30 ára gamall, þú veist. Gef honum séns. Já. Hætti að dæma. Ég man alveg eftir, ég er náttúrulega ég og lítinn bróðir sem er 13 ára yngri og maður er alltaf að býða eftir þeim, þú veist, þegar maður... Og það býða eftir að hann myndi skilja. Hann myndi skilja, einmitt. En við vitum að hann skilur ekki. Ekki ennþá þetta. Nei. Sonur, bróðin er náttúrulega, hann er sérstakur. Hann er sérstaklega góður klippari, Glazer Cuts. Já, hey, shout out. Shades and Fades. Hann klippir bara sér sjálfur, það treyst henni, hann er ekki treyst að vera með alvöru skæði, skilur við. Hvað er hann gamall? Ég veit hann að hlusta það. Ég veit það. Ég er að vera vondu við hann. Hann er 21, hann er 2004 mótil, hann er býstu, 21. Hann er Glazer Cuts. Glazer Cuts. Herru, klipping fyrir jólinn, maður. Klipping fyrir jólinn. Ég get samt lofa ykkur því, reynið, ringið þá, en þá skulum ringja núna, vegna hann er örugglega uppbókaður. Já. Hann er með þess að, þú veist, ég veit ekki hvernig þetta er hann að vinna hjá eða er hann að leigja stól? Hann er að leigja stól, vinna hjá, eitthvað, partur af hann. Það er Becky sýstu mín. Já, stúdíó 109. Já, það er Becky sýstu mín. Já, ok. Úr Ölsuskóla. Að klippa? Hún á þetta. Já, ok. Sjátt átt að hana, hvað heitir hún? Kristín Eils. Kristín Eils, sjátt átt. Já, þannig að jólaklippingin, það er í 109. Við þurfum að fá rukka. Ég er að segja, við höfum ekki fengið krónu fyrir þetta spáns, en þetta er jólagjöfun okkar. Þetta er bara frændhygli. Já. En, já, og svo bara til þess aðeins ljúka þessu, þú veist, ertu með einhverjar gamlásefðir eða jóladagshefðir eða eitthvað svona, bara svona réttir þess að eða milli jól og nýjársefðir eða eitthvað svona? Nei, ekkert milli jól, en sko, ég er rakettukall, sko. Já. Nema ég fer ekkert all in undanfarin ár og þetta sem er mjög fyndið, sko, að því að þetta var svo, þetta var mjög oft svo, í mörg ár var þetta bara ég, bróður minn og mamma. Já. Og ég og bróður minn, við skaman að sprengja upp. Mömmu geti ekki verið meira saman. En hún kom alltaf út í glugga fyrir okkur að horfa okkur sprengja upp og við varum alltaf að horfa mömmu og mamma svona, þú veist, gæti ekki verið meira saman. En hún let sér, þú veist, hún lék leikinn. Flott hjá ykkur strákar. En þú veist, við erum ennþá að gera þetta. Já. Ég er 42 ára, bróður minn er 60 og við erum, þú veist, ekkert að eigum, við kaupum eina stóra tertu. Já, tertu, ok. Og eina bara svona stóra fragetu, og við fyrir út og svo horfum við alltaf í gluggan og mamma þykist það á þessu, við vitum hún er ekki á þessu, hún veit að við vitum, en við bara leikum hann að leik. Þetta er svona, það er hefðin að mamma þykist það á að sjá okkur sprengja eina fragetu og eina tertu, en það er nóg fyrir okkur. Já. Sumt þarf, stundum snýst þetta meira bara að halda í hefðina heldur en að allir séu. Nákvæmlega.
allir séu einlægir og... Ég reyndi því ég var krakki þá var næstum búin lendi í mjög alvarlegu slisi með flugeld. Það var eitthvað flugeldi sem að bara, þú veist, eitthvað gerist þannig að flugeldurinn fór ekki upp. Já. Heldur fór hann og stemdi í átt að mér og ég var bara 2-3 ára eða eitthvað. Okay. Og Ívar bróður minn bara bjargaði mér. Ég veit ekki alveg hvort hann á að draga mig frá eða hann allan að he saved my life. Ok, þetta náttúrulega sjára á þú Ívar brósa bjarga litla bróður. Ég geta að slasast alveg. Já, þetta er stórhættulegt. Sprengja þau geta sprungið framan í mig. Já, þú geta bara dáið. Já, hann bjargaði lilla bró. Það var jólakraftaverkið. Já. Herðu. Þannig að farið varlega. Já, farið varlega. Já. Bæði á gamlánskvöldi og líka bara jólin. Og ég þekki til einmitt mann sem er með gerfi núna út af flugveldaslýsi. Já, ok. Og var það, hvernig var það? Var það löglegi flugveldar eða var hann að búið til víti? Ég held þetta náttúrulega gerðist, þetta var einhver sem var í ágáðanlu bræður mínir. Já. Þannig að þetta er kannski verið 70 og eitthvað eða early 80s sko, þannig að gæti verið að þetta hafi verið eitthvað fix. Já. Og farið svona illa að hann misti höndina og er með svona gerfi. Já. Þannig að farið varlega. Já, passið. Það er alltaf með gleru, hanska og súriniskút. Nei, ekki verið með súriniskút. Nei, ég held að það sé. Gilvitra var að verði. Nei, bara fara ekstra varlega. Já. Það er bara þannig. Algjörlega. Herðu, þetta var jólaþáttur ársins. Já. Við óskum ykkur gleðrar á jóla. Og farsældar á nýja ári. Og við sjáumst 21. desember í Tjarnarbíói. Nei, alveg verður virkilega gaman að bara eiga smá stund með öllum. Fari gegnum árið. Þótt ég sé skröggur, þetta er ekkert jólaball eða eitthvað. Nei, einmitt. Ég fíla svona, sko. Þetta er ekki dof. Já, fari gegnum árið með góðum vinum. Fíblast eitthvað. Já. Og það verða surprises. Við verðum þannig. Það verður gaman. En já, ég heiti Tóni, Siggi Tóni á samfélagsmiðlum. Þórhallur, Tórhallur 83 á samfélagsmiðlum. Við verum með ykkur og við heyrumst 21. desember og svo einhvern tímann bara eftir. Já, tökum smá pásu. Já, tökum smá jólafrí. Ekki ólangt. Ekki ólangt. Ó nei. Takk fyrir okkur. Bless.